Eitt af því sem að kannski skiptir mestu máli í jólamánuðinum eða þennan tíma sem er aðdragandi jólana er að halda eðlilegu mynstri, lífsmynstri. Þá er ég sérstaklega að tala um hreyfingamynstur og kannski ekki síst máltíðarmynstur. Jú, auðvitað koma frávik frá mynstrinu í jólamánu, við vitum það öll, við erum mannleg og þá kemur til að það getur verið gott að halda því holla inni þrátt fyrir það. Þannig ef við erum að borða mikið óhollustu, pössum okkur að því að halda grænmeti og ávöxtum samt sem að er inni. Að ef maður heldur því inni, það gerir það verkum, trefjarnar bara í þessum vörum, gerir það verkum að við höfum minna rými fyrir annan og jável óhollari mat. Ein leið til að stilla magni af jólamat af er að fá sér einu svona diskinn og sjá svo til. Það tekur líkamann nefnilega svona 15 til 20 mínútur að átta sig á magninu sem maður er að borða. Þannig ef að þú ert að borða fullan disk af mat, býður síðan í 15 til 20 mínútur og skilaboðin eru svo að þú ert ennþá svöngað svangur, þá er ótt að halda áfram. En yfirgnæfandi líkurnar eru þær að líkaminn segja, heyrðu, þetta er bara orðið nóg og þú hefur enga þörf til að fá þig meira. Þetta svínvirkar. Jæja, við erum síðan fyrir framann mataborðið á aðfangadag og það er full hlaðið. Hvað gerum við? Annað gott ráð er að skipta disknum upp í 3 þriðjunga. Hafa á 1 þriðjung próteingjafa, það getur til dæmis verið hamborgarhryggurinn, það getur til dæmis verið rjúpan. Svo næsti þriðjungur, það er kolvetnarík matvæli, það getur verið kartöflur, brúnakartöflur, það getur verið sætakartöflur. Og svo síðasti þriðjungurinn, hann má vera ívið stærri heldur en hinnir og á hann fer litríkt grænmeti. Það hjálpar okkur að fá þá tilfinningu að við séum orðin sött og gera það að verkum að það er ólíklegt að við borðum yfir okkur. Já, það er þetta með þetta jólanami. Það er nú ansi ríkt í okkur Íslendingum að fylla öll rými og skálar af jólanami og í raun og veru það á jólanami alveg rétt á sér en við þurfum bara aðeins að koma fram við af meiri virðingu kannski heldur við oft gert og passa okkur á magninu sem við látum ofan í okkur. Og eitt af því sem ég hef fundið í gegnum tíðina sem næringar ráðgjafi, það er að borða nammi og óhollustu aldrei upp úr pakningunum. Við þurfum að fá augun til þess að hjálpa okkur að meta magnið sem við erum að setja ofan í okkur og þess vegna borgar sig alltaf að setja nammið á disk eða í skál til þess að við áttum okkur betur á því með augunum hversu mikið við erum að setja ofan í okkur. Með hófsemi í mat og drykk, núna í desembermánuði eða yfir jólamánuðina, þá stöðlum við að því að hinum við hátíðarnar þá komum við í góðum balans andlega og líkamlega. Þetta er gríðarlega mikilvægt vegna þess að við erum þó það sé jólamánuður, þá erum við ennþá að leggja inn fyrir heilbrigðan lífstíl. Það skiptir nefnilega máli að halda þessum þáttum inni, jafnvel þó að sé einhver frávik og heilbrigður lífstíl, eins og við vitum, er varðar hreyfingu og mataræði. Hann lætur okkur líða betur, en hann auk þess stuðlar að því að það eru minni líkur á hjarta- og æðasjúkdómum, sykursýki og minni líkur á krabbameini. Gleðilega hátíð!